Kór Keflavíkurkirkju ræðst ekki á garðinn þar sem hann lægstur. Nú var það Kvínmessa sem sett verður upp í kirkjunni. Kórinn fékk Jónsa í svörtum fötum með sér í lið. Við kíktum á æfingu og ræddum við Erlu Guðmundsdóttur sóknarprest verkefni. Hvernig kveiknaði hugmyndina af þessu verkefni? Þetta eru kórfélagar Keflavíkurkirkju sem eiga hugmyndina. Hún kviknaði fyrir kannski það 3 árum. Þeir vildu gera trúarlega texta við tónlist hljómsveitarinnar Queen, sem þessi gamla þekkta tónlist. Og þetta er búið að vera í gerjun. Þannig að þessir félagar okkar á kórloftinu eiga þetta. Á poppið heima í kirkjunni? Já, poppið heima í kirkjunni. Og Martin Luther var merkur maður og við kennum kirkjunni okkar við hann. Hann var munkur sem mótmælti aflátsbréfum kaþólsku kirkjunnar og þar með hófst ákveðin siðbót. Við byggjum okkar velferðarsamfélag á þessum kalli, heilbrigðisþjónustuna okkar, sálgjörsluna og svo margt fleira. Menntunina. Hann sagði að þegar þunglindið steðjar, þegar dimmir dagar koma, að þá það lífsgleðin sem maðurinn á að beita. Hann á að borða, hann á að drekka, af því að djöfullinn, hann á svo miklu erfiðara með því að nálgast fólk þegar maginn fullur og hugurinn fullur af sögum. Og Lúther sagði líka að þú ert að syngja. Söngurinn svo mikilvægur í lífsgleðinni. Og því það þessi söngur, þessi gleði sem fylgir því að láta frá sér tóna á vel við þótt hún sé í poppi. Djöfullinn nú ekki mikið umræðinu, hvorki nútíma samfélagi hjá okkur. Það svona gaman að rifja upp þessi 500 ára gömul orðans. Svo kemur fjallræðan eitthvað inn í þetta allt saman. Já, dásamlega ræða Jesú. Frægasta ræða allra tíma, myndi ég segja. Og það myndefnið hér í kirkjunni okkar, altaristaflun okkar. Þegar Jesús steig upp á fjallið, fór að kenna, fór að miðla. Og í þessari ræðu sem í 5., 7. og 7. kafla Matteusarguðspjalls, þá svo mörg stef, það svo margar sögur, margar perlur sem fólk þekkir. Gullna reglan, tvöfalda kærleiksboðari. Jesús fer og kennir lærisveinum að biðja og það faðirvorið. Það sagan hvernig við að vanda okkar líf, hvernig við að byggja á sandi eða bjargi. Þannig að það dýrmætar perlur og ég segi fólk, ef þér líður illa, lestu fjallræðuna og lestu hann aftur og lestu hann aftur. Ertu orðin spennt að sjá hvernig þetta kemur til með að líta út í kirkjunni? Ég rosalega spennt. Ég búin að vera að hlusta á kórinn minn hérna vikulega og eiginlega sjá þolinmæðina þeirra þegar horfa á stjórnanda sinn, þegar segja aftur og aftur, nei, ekki svona, hildu hinsegin. Þannig að þau búin að vinna ótrúlega mikið og vel að þessu og ætla að skila þetta til þeirra sem vilja koma og njóta. Hvenær verður þetta? Við verðum með 2 messur, 14. maí, svo fyrir klukkan 5 og svo síðar klukkan 8. Og mikið fjör? Það verður mikið fjör. Kominn tími á tiltekt. Frábæru systema geymsluboksin nú fáanleg í Netto.
Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör.